Sæl og blessuð kæra Vog. Þú síðust í rauðinni af ykkur loftmerkjunum og lesturinn ykkar í dag snýst sambönd og samskipti. Það getur verið ástarsambönd, vinarsambönd eða ykkur sambönd sem að skipta ykkur miklu máli og þið eru að velta fyrir ykkur í ykkar lífi. Eða einhvers konar samskipti þar sem að þið viljið fá nánari svör eða sambönd sem þið viljið skoða aðeins nánar. Og þá skulum við bara byrja. Jæja, kæru Vogir, þá eru fyrstu spilin ykkar komin á borðið. Hér sé ég að þú, kæra Vog, hefur verið að gefa og þiggja í einhvers konar samskiptum eða sambandi. Þar sem að flæðið hefur verið, mér sýnist fallegt og jákvætt og það er eins og þú sért með ákveðna væntingar til þessara samskipta. Það er eins og eins og þeim sé ekki lokið og þú ert að bíða eftir ákveðnum niðurstöðum. Það er svona eftirvænting og tilhlökkun í loftinu og þú virðist vera tilbúin til að hefja einhvers konar nýtt ferli út frá þessu sambandi eða þessum samskiptum. Það sem að þú virðist vera full af orku og krafti, kæra Vog, og bjartsýni sem að er bara mjög gott að sjá. Hinn aðilinn sem að ræðir í þessum samskiptum, hann er eitthvað búinn að vera að svona hugsa málin, spá og spekulera og hefur komist að ákveðinni niðurstöðu varðandi sjálfan sig eða varðandi ykkar samspil. Hann er búinn að uppgötva einhvern sannleika og þessi sannleikur eða þessi sannindi, þau hafa valdið því að hann er tilbúinn að sleppa tökunum á því hvernig þetta þróast. Hann er sannfærður það að hvað sem verður á milli ykkar, þá muni það veita ykkur ákveðin þroska og það er alveg greinilegt að það verður breyting á þessum samskiptum ykkar þegar á líður. Og það er ákveðin skortur á sveigjanleika sem ég finn fyrir hérna. Það að standa fast á sínu er mjög jákvætt. Það getur haft í för með sér ákveðin einstrengingshátt. Það getur haft í för með sér að manneskjan fari í það mikla vörn að hún hlusti ekki á rök eða hlusti ekki á það sem að hinn aðilinn hefur fram að færa. Ég er ekki endilega að segja það ég við í þessu tilviki, en hérna virðist vera mjög viljasterkan einstaklinga að ræða. Þetta getur líka verið þú, kæra Vog, sem að ert að sýna þennan styrk. En hér er líka
Hérna líka ákveðið hugrekki sem að þarf til og þetta hugrekki að hjálpa manneskjunni að standa við sínar skoðanir eða standa við það sem að hún búin að ákveða. Ég veit ekki alveg hvort að þið séuð með sömu sýn á hlutina. Það sem kemur hérna í gegn allavega það að þið báðir aðilar eru tilbúnir til að halda áfram veginn af krafti og þið eruð báðir fullir af trú á ykkur sjálfa sem bara mjög flott. En það eitthvað meira sem að þarf að eiga sér stað hérna til þess að þið séð á sömu blaðsíðu, ef að það það sem að þið eru að vonast eftir, kæru vogir. Við skulum halda áfram. Ok, það einhvers konar blekking í gangi hérna. Hver að blekkja hvern? Ert þú ef til vill kæra vog eitthvað að horfast ekki í augu við hlutina eins og þeir eru, eða hinn aðilinn að beita þig einhvers konar brögðum með einhvern óheiðarleika? Það það ákveðin misskilningur hérna í gangi sem kemur út frá þessu sem ég var að tala áðan, að ég ekki viss að báðir aðilar hér séu á sömu blaðsíðu, held ég að ég hafi orðað það. Þetta veldur ákveðnu núningi og þetta veldur því að þú, kæra vog, þér finnst eins og það sé verið að gera á hlutin. Það ákveðin öfundsýki og það svona pínlítið eins og þú sért hvað á ég að segja? Já, þú svolítið snýrð upp á þig og þér finnst eins og þú sért ekki að fá það sem að þér ber. Það eiginlega þannig. Það einhver galli hérna á þessum samskiptum. Það eitthvað sem hefur farið úrskeiðis og mér finnst þú ekki gera mikið til að reyna að bæta hlutina. Mér finnst þú frekar bara snúa þér í hina áttina og ákveða bara að sleppa tökunum. Greinilega eru aðilar ekki alveg að tala sama tungumál hér, því að leið og þér finnst verið að gera á þinn hlut, þá hinn aðilinn líka, þá situr hann uppi með einhvers konar tilfinningaleg særindi. Og það af þínum völdum, kæra vog. Nú ég bara að segja hlutina eins og ég sé þá og finn þá. Hvort sem að það meðvitað, hvort sem þú hefur ætlað þér það eða ekki. En við skulum kalla þetta misskilning. Þessi misskilningur hefur valdið því að hinn aðilinn situr eftir með sárt ennið, einhverja hluta vegna. Eða sárt hjarta. En það ekki öll nótt úti enn, eins og maðurinn sagði. Það hægt að, margt hægt að gera og spilin sýna mikla möguleika í þessum samskiptum, í þessu sambandi.
og þau sýna að hér eru aðilar að komast yfir erfiðleika, eru að fagna og upplifa einhvers konar sigur og velgengni. En lykilspilið hérna finnst mér svolítið þetta hér sem heitir grunnur og afrek eða foundation, sem sagt það sem er undir niðri og veitir stöðuleika, og achievement er svona það sem að ykkur tekst að gera. Og þetta spil talar til fjölskyldunar, það talar til þessu öryggis sem að tilheyrir heimili og því að tilheyra sem sagt hópi fólks. Það er styrkur og kraftur í þessu spili og mér finnst þetta vera lykillinn að því að ykkur takist að komast yfir þessa meintu blekkingu hér og þessi tilfinningalegu særindi. Það er einhvern veginn í gegnum fjölskyldu, í gegnum þennan ramma sem að það kannski kemur betur í ljós á eftir, en þetta er eitthvað tengt fjölskyldu og heimili. Hvort að fjölskyldan ykkar eða annars hvors ykkar hafi eitthvað með þetta að gera, þurfi að stíga inn, hjálpa til, leiðrétta eða leysa málin. Það gæti verið, eða hreinlega það að því að þessi fögnuður hér er oft vísbending bókstaflegan fögnuð, það er að segja einhvers konar veisluhald, að það er eitthvað sem mun leysast hérna í einhverjum veisluhaldum tengdum fjölskyldu. Nú er ég mjög svona eitthvað hikandi við þetta sem ég er að segja, af því að ég hef ekki alveg skýra mynd af þessu. Allavega, mér finnst vera breyting til batnaðar hjá báðum aðilum hér og varðandi tenginguna ykkar. Höldum aðeins áfram. Kæra vog. Það að hleypa hjarta sínu út úr ákveðnu búri, sem sagt, það sem að mun gerast í framhaldinu er, þú þarft svolítið að skoða hvar ertu að halda aftur að þér, hvar er fyrirstaða og hvað er það sem þú ert ekki að þora að stíga fram með og tjá þig jafnvel, eða ertu haldin einhvers konar veikindum eða fíkn sem að þú leitar í þegar að tilfinningarnar verða þér ofviða. Hvort sem er jákvæðar tilfinningar eða neikvæðar. Það er að segja, hvenær setur hjartað þitt í búr þegar að þú ættir í raun og veru að leyfa því að opnast og leyfa tilfinningunum að flæða. Og þetta hefur að gera með tjáningu líka. Og þetta hefur að gera með það að ef til vill er eitthvað í þínu lífi sem að þú notar sem við skulum segja huggun,
þegar að þú þyrftir í raun og veru á mannlegri huggun að halda. Kæru vogir, ég vona að ég taki þetta ekki óstindu upp að ég sé að segja þetta, en ég verð bara að segja það sem kemur til mín. Það er einhvers konar vanlíðan sem er að hrjá þig og það er verið að benda þér á leiðir til að komast út úr þeirri vanlíðan. Og það er að horfast bara í augu við þessa skuggahlið, horfast í augu við þessar tilfinningar sem að er að hafa svona sterk áhrif á þig og er að valda því kannski að þú sért ekki að opna þig nægilega mikið í samskiptin þínum við einhvern annan og þú ert að halda aftur að þér. Svo lengi sem þið tekst þetta að horfast í augu við skuggan þinn og ef þið vill horfast í augu við fortíðina þína, því að hér sjáum við fullorðna manneskju horfa á skuggan sem er svona gæti verið barn. Að þora að taka þetta skref, það getur verið dálítið ógnvekjandi en mun koma flæðinu þínu af stað, tilfinningaflæðinu þínu. Hér höfum við spil sem heitir ást. Þetta er spil sem að í öðrum spilum er kallað stundum elskandunir og þetta hefur með sambönd að gera. Þannig að þú átt svo litla vinnu fyrir höndum til að komast frá því að hafa hjartað þitt hér harðlæst á bakvið rimla og í það að leyfa tilfinningunum þínum að flæða í sambandi við aðra mannesku. Ok. Hinn manneskjan, hinn aðilinn, hinn manneskjan er búin að vinna mikla sjálfsvinnu og á auðveldara en þú og ég er ekki að dæma ykkur per se en hún á auðveldara en þú með að hvíla bara í svona sjálfri sér sínum eigin tilfinningum. Hún gerir meira að því að leita svara inn á við þegar að eitthvað knýr á hjá henni og hún er óhrædd við að brjóta niður gömul munstur og byggja síðan upp frá grunni nýtt. Hún byggir sér í raun og veru svolítið sitt eigið svona öryggi. Sortera hlutina svolítið innra með sjálfri sér, rífur niður og kastar frá sér því sem að er ekki að gera henni gott og síðan byggir hún upp að nýju. Það getur átt við sambönd líka. Það getur átt við samskipti og þessi særindi sem voru hérna áðan, það getur átt líka bara við erfiðar tilfinningar eins og særindi, að hún er fljót, þessi manneskja, að leysa úr tilfinningalegum særindum og byggja sig upp og heila sig í raun og veru eftir slíkt. Já, svolítið hérna skrítin skilaboð en
Og hún opin, þessi manneskja, tilbúin að taka við því sem kemur, tilbúin að leggja sjálfa sig að veði. Og tilbúin að horfa á hlutina frá öðrum sjónarhóli en hún vön. Skoða hlutina með öðrum augum. Tilbúin að hlusta, það að koma hérna líka. Observe þýðir náttúrulega bara fylgjast með eða, hlusta, horfa. Tilbúin að taka bara við því sem kemur til hennar. Og þar af leiðandi væntanlega tilbúin að taka móti þessum fallegu samskiptum sem að hér eru. En það greinilega einhvers konar, það eru verkefni hérna sem á báða bóga sem að þarf að vinna í. Og ef þið vill, kæru vogir, getið þið hjálpast að með þessi verkefni. Það væri vert að skoða það. Ok, en við erum ekki hætt, höldum áfram. Ég sé þig hérna, kæra vog, taka mikið þroskastökk. Og ég sé þig taka hlutina í eigin hendur og gera það sem þarf að gera. Þú virðist ákveðin í því að láta þetta ganga upp. Þegar ég segja láta það ganga upp, þá meina ég kannski ekki endilega að láta þetta samband ganga upp, heldur bara að láta þessa sjálfsvinnu þína ganga upp. Að klára að horfast í augu við skuggan þinn. Þú færð þarna staðfestingu á því, annað tunglspil, þetta er í raun og veru sama spilið. Og bara taka svolítið í lurgin á þessum skuggum þínum sem að eru að spila svona stórt hlutverk í lífiðinu í dag og svolítið lýsa það bara upp og eyða þeim þar með. Það eru margar aðferðir sem fólk notar til að takast á við svona gömul særindi og ég veit ekki hvaða aðferð er best. Mjög einföld aðferð er bara hreinlega að og gott að gera það bara í hugleiðslu. Að senda bara ljós og kærleika. Eins og ég segi svo oft, ljós og kærleikur. Sjá bara fyrir ykkur hlutina. Baða þá í ljósi, baða þá í ást. Og bara eins og myndi gera við lítið barn sem að væri grátandi. Og barn sem að þýðir kannski ekkert að rökræða við, sem hefur kannski ekki þroska til þess eða bara er ekki farið að tala. Bara að baða þetta barn í fallegri birtu, fallegum tilfinningum og veita því bara huggun í raun og veru. Þannig eru bara skuggarnir okkar eða erfiðleikarnir okkar oft. Þeir eru eins og lítil börn sem heimta athygli, þeim líður illa og það er kannski einfaldasta leiðin bara svolítið að koma fram við þá eins og lítil börn. Ég er ekki að segja þetta við í öllum tilvikum, langt í frá. En þetta er bara eitthvað sem er að koma til mín núna sem að ég þarf bara að koma til ykkar. Ok. Hin manneskjan er að díla við, hún er að díla við sjálfa sig
í raun og veru 2 þætti í sjálfur sér. Þar sem annar þátturinn segir nei, hinn segir já. Og það verið að toga hann og teygja svolítið í báðar áttir. Og þetta minnir mig pínlítið á að fylgja huganum, skynseminni, eða fylgja hjartanu, tilfinningunum. Einhvers staðar mitt á milli þessi manneskja stödd þar, núna. Þetta gæti verið aðili sem vanur að vera mjög skynsamur. Gæti verið í merki sem ber það með sér og á þess vegna mjög erfitt með allt svona, ég segi í gæsalöppum, tilfinningaströggl. Þetta geti líka verið aðili sem vanur að fylgja tilfinningunum sínum en núna hausinn að banka dálítið sterkt í hann og segja, heyrðu góði, ertu nú vissum að þetta sé skynsamlegt? Og þarna togstreita. Og sko, ef að manneskjan gæti klofið sig í herðar niður og skipt sér í tvennt, þá myndi hún fegin gera það og fyllt báðum leiðum. Þessi lampi að bögga mig hérna. Það kemur alltaf glampi einhvers staðar. Jæja. Þessi manneskja í sjálfskoðun, svona rétt eins og þú, kæra Vog, og að horfa til fortíðar og vega og meta hlutina. Hvað satt og rétt? Hjartað að segja mér satt? Hausinn að segja mér satt? Þegar ég fylgdi hjartanu síðast, hvað gerðist þá? Og svo aftur öfugt með hausinn. En mér sýnist hún, þessi manneskja, ætla að sigrast á sjálfur sér, sigrast á þessum klofningi og stefna ótrauð að ákvörðuninni sinni. Hún tekur ákvörðun hérna. Einhvers staðar. Ef til vill kemur í ljós í seinustu spilunum hver svo ákvörðun verður. En allavega hún virðist eiga þetta einhver glíma við samviskuna líka. Og svona glíman við hvað rétt og rangt. Og ef til vill einhverja manneskjur í kringum hana líka sem að svona ýta við henni í hvora áttina sem Ok. Þá skulum við taka lokahnykkin. Ok, kæru Vogir, þá það orkustöðvaspilin. Það sem ég ætla að segja. Sú orkustöð sem þú þarft að gæta að og hafa í jafnvægi í þessu máli höfuðstöðin þín eða krúnustöðin eins og stundu kallið. Þetta stöðin þar sem að andlega tengingin þín hvað sterkust. Það sem að þú færð bara download frá alheiminum og annað slíkt. Þannig að það að vera andlega tengd og það geti verið sterklega tengd við þína leiðbeinendur, þína engla, þína hjálpendur, hvað sem þú kallar þá, við almætti, við Guð. Það mikilvægt á þessum tíma og mun hjálpa þér í þessu ferli öllu saman. Og það kemur ekkert til þín í gegnum höfuðstöðina þína nema það sem satt og rétt. Þannig að þú getur óhrædd, kæra Vog, tekið við öllu sem þú finnur þar. Hinn manneskjan aftur á móti, hinn aðilinn, þarf að styrkja hálsstöðina sína og hálsstöðin hefur með tjáningu að gera. Tjáningu á
löngunum, tjáningu á því sem er satt og rétt, tjáningu á því sem að þessi aðili ætlar að fylgja. Og ef til vill líka, og ekkert ef til vill, það er þannig, þetta eru líka samskipti ykkar á milli sem að þurfa, og þá er ég líka að tala við þig, kæra Vog, sem þurfa að vera þurfa að vera á jákvæðum nótum, þurfa fyrst og fremst að vera opin og hreinskilin og þurfa fyrst og fremst að vera til staðar, sem ég held að sé skortur á akkurat núna. Það að opna samskiptaleiðir er lykillinn hérna að svo mörgu. Ok, kæra Vog, þá er það bara eitt svona lítið spil hérna, fyrst fyrir þig. Hvað vilt þú segja, þá komum við inn á tjáninguna, við hinn aðilann? Ok. Þú vilt segja bara, ég er að vinna í sjálfri mér, ég er að vinna í skugganum mínum hérna. Ég er að efla sjálfsvirðinguna, ég er að heila sjálfa mig og ég er að læra að meta sjálfa mig kannski upp á nýtt. Ég er að einbeita mér að sjálfi mér. Ok, þetta er nákvæmlega það sem ég var að segja að er framundan og þú þarft að sinna. Þannig að koma þessu skilaboðum þá á framfæri í ykkar samskiptum myndi bara bæta allt stórlega og myndi útskýra kannski hvers vegna hlutirnir hafa verið á einn eða annan máta. Og þarna er þið líka að opna upp á sem sagt, tjáningu sem sagt, nú er tjáningi mín ekki alveg í lagi. Ég er að reyna að finna orð, skiptast á reynslusögum. Það er eiginlega það sem ég ætlaði að segja. Takk fyrir. Vegna þess að hinn aðilinn er vissulega búinn að vinna í sjálfum sér, eins og kom hérna fram áðan, og ef til vill á einhverjum sviðum með meiri reynslu en þú. Þannig að bara frábært, hafðu þetta í huga, kæra Vog, en hvað vill hinn aðilinn segja við þig? Ok. Þessi aðili segir ekki nóg. Það er einhver pirringur þarna í sambandinu. Það skortur á sjálfstrausti, einhver sem er að eyðileggja fyrir sjálfum sér. Ótti og ego er að trufla og þarna er það sem kom áðan, afbrýðisemin. Þannig að annaðhvort líður aðilanum svona að honum finnst hann ekki vera nóg fyrir þig, finnst hann ekki vera að veita þér nóg af einhverju eða sjálfstraustið er greinilega ekki í lagi. Og ef til vill er hann líka að skynja það að það sé skortur á sjálfstrausti hjá þér og að þú ert kannski að eyðileggja fyrir sjálfum þér eða hann er að eyðileggja fyrir sjálfum sér. Þetta er það sem að hann myndi vilja koma á framfæri við þig og láta þig vita að þurfi eitthvað að ræða. Ok. Þetta er líka ástæðan fyrir því að allt þetta mat hérna er í gangi. Það er verið að horfa til fortíðar og meta hvað gekk vel og hvað ekki. Þetta er bara partur af því að þið virðist báðir aðilar vera að betrum bæta ykkur hvor á sinn hátt og á mörgum sviðum kannski á sama hátt.
Tökum aðeins hérna í viðbót. Ok. Til þess að láta þetta ganga, þá verður að gera þig grein fyrir hvað er framundan, hvaða verkefni eru framundan. Hér stendur mind the baggage. Sem sagt, þið eru með farangur, þú ert með farangur, hinn aðilinn er með farangur og þessi farangur getur verið íþyngjandi eða getur hjálpað til við að gera lífið betra. Þannig að þetta tala líka bara inn á þetta að losa sig við óþarfa farangur, óþarfa byrðar og gera sig grein fyrir því að þið eruð hvorugur aðilinn fullkominn og þurfið að vinna í sjálfum ykkur. Síðan kemur hérna give it time. Njótið tímans saman, það er engin ástæða til að flýta sér. Bara verið að benda á það að það þarf ekkert að vera eitthvað að reka á eftir hlutunum, leyfa þeim bara að gerast á þeim tíma sem þeir gerast. Ok. Þannig að gefið ykkur tíma til þess að heila það sem þarf að heila, vinna í því sem þarf að vinna. Og svo hérna lókun, kæra vok, færðu eitt hjarta með vonandi einhverjum fallegum skilaboðum. Ok, það eru bara elskendur hér í faðmlögum. Leðu til hliðar allar áhyggjur, komdu bara hvíldu í faðmi mínum. Þetta er svolítið bara don't worry, be happy, er það ekki? Þetta mun allt fara vel og það mun fara vel vegna þess að þú ert að vinna í því og munt vinna í því. Kæra vok, þá bara þakka ég þér kærlega fyrir að horfa og hlusta. Ég vona að þú finnir eitthvað sannleikskorn í þessum lestri. Ég vona allavega að þú hafir haft pínu gaman á honum. Ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.